Við erum stödd hér í reiðhöllinni við Húsavík en þetta mannvirki reis fyrir 2 árum síðan og gjörbreytti þá allri aðstöðu fyrir hestamenn hér á svæðinu, ekki satt Bjarni? Jú, það óhætt að segja það. Svona byggingar gera það kleift að stunda hestamennskuna allt árið kring, í öllum veðrum og nauðsynlegt í rauninni þegar menn vilja ná árangri í íþróttinni og ekki síst í æskulýðsstarfinu. Hérna getum við verið núna með skipulagt æskulýðs- og unglingastarf allt árið kring. En rifjum aðeins upp sögu hússins. Þetta var samstarfsverkefni hestamannafélagana Þjálfa og Grana. Já, það er rétt. Þannig var að ríkisstjórnin sem þá var, skulum segja svona 2007-2008 sem þetta var sett í gang, þetta verkefni að styðja við hestaíþróttina með því að styrkja gerð reiðhalla víða um land. Hestamannafélagi Grani Húsavík og hestamannafélagi Þjálfi hérna í sveitunum hérna sunnan Húsavíkur sóttu bæði styrk og síðan var ákveðið að sameinast það að byggja eina myndarlega reiðhöll hér í Saltvík. Og hvernig hefur það reynst? Ég meina, er ekki rígur á milli þessara hestafélaga? Nei, það er engin rígur, það er auðvitað alltaf eitthvað verið það svona, menn gera góðlátlegt grín hver öðrum og hafa gaman af því að skiptast á skoðunum, en fyrst og fremst eru allir einhuga það að standa saman að því að byggja upp þessa skemmtilegu íþrótt sem hestamennskan er. Og það eru það sem öllu máli skiptir, að við fáum svona tækifæri eins og þetta að reisa svona mannvirki og þá bara taka hendur saman og standa saman í þessu skemmtilega verkefni. En sem sagt, þetta myndarlega mannvirki reis fyrir 2 árum síðan. Hvernig hefur reksturinn gengið? Já, reksturinn er náttúrulega bara rétt svona að komast í gang og eins og segir, höllin var vígð hérna vorið 2012 og við erum ennþá svona að klára, leggja lök og hönd á bygginguna. Við erum núna reknum með því að klára hesthús hérna sem er hérna inn í höllinni og að það verið komið í gagni fyrir áramót. Þannig að þá mun svona virkilega fara að reyna á það hvernig okkur gengur að reka þetta. En við erum búin að vera hérna með námskeið fyrir börn og unglinga, við erum búin að vera með námskeið líka fyrir bara félagsmenn, fengið hérna virta reiðkennara og sem eru hérna með námskeið og síðan hafa hérna verið, gaman að segja frá því, hérna hafa líka verið svolítið svona vindur upp á sig. Hérna hafa verið til dæmis fatlaðir komið hérna á hestbak og líka fólk sem hefur verið í starfsendurhæfingu hefur komið hérna og verið í hestamennsku hérna og eitt og annað sem það býður upp á þessa möguleika þessi aðstæða hérna hjá okkur. En það hefur verið meiri uppbygging hér á svæðinu. Það eru risin 2 hesthús hérna og hvað voruð þið ekki að leggja lokahönd á keppnisvöll í vor? Jú, það er rétt. Þetta svæði hérna er búið að skipuleggja þetta og útluta þessu svæði til hestaíþróttarinnar og skipuleggja hesthúsasvæði hérna í nágrenni við reiðhöllina og það eru strax í risin hérna 2 stórglæsileg hesthús og fleiri á teikniborðinu og svo smeltum við upp einum hérna reiðvelli hérna fyrir utan í vor, hestamenn, og svo er búið að leggja hérna alveg gríðarlega mikið af reiðstígum allt svæði hérna niður með ströndinni og sem gerir þetta alveg einstaklega skemmtilega útræðasvæði og líka útivistarsvæði. Þetta er líka mikið nýtt af fólki sem að ferðast á 2 fótum, ekki bara á ferfællingunum. Þannig að þetta er orðið bara virkilega skemmtilegt útivistarsvæði hérna í Saltvík. En hver er staða hestaíþróttarinnar hérna á svæðinu? Eru Þingeyingar miklir hestamenn? Þingeyingar eru miklir hestamenn. Hérna hefur svo sem alltaf verið þannig bara náttúrufarslega að hér er ekki gott að vera með mikil stóð út af því að hér er snjóþungt og þannig að við erum ekki með við höfum alveg töl á hestunum okkar hérna Þingeyingar en við reynum að hafa þeim betri staðinn. Og já, hérna höfum við alltaf átt hestamenn í fremstu röð í keppnisgreinunum og svo menn hafa alltaf haft gaman af góðum hestum í Þingeyjarsýslunni og nauðsynlegt að hafa góða hesta hér, að komast og njóta náttúrunnar hérna í Þingeyjarsýslunni, einstakar reiðleiðir allt og þannig að hér hafa menn haft, mikið yndi af hestamennsku alla tíð. En hvernig sérðu annars framtíð hestaíþróttarinnar fyrir þér hérna á svæðinu? Náið þið til dæmis að halda unga fólkinu að hestunum? Já, ég er bara mjög bjartsýnn fyrir hönd hestaíþróttarinnar hérna á svæðinu og
og ekki síst með tilkomu þessara byggingar því að unga fólki það er fyrst og fremst reiðskólastarfið og sem að byggir upp hestamennskuna þannig að ungt fólk getur komið hérna og stunda hestamennsku án þess að eiga allt sem til þarf og síðan smá saman vex þetta og dafnar fólk kaupir sér hesta og byggir sér hesthús og tekur þátt í þessu alveg á fullum krafti. Ég er mjög bjartsýnn á það að hestamennska muni vaxa og dafna næstu árin í Húsavík. Það hefur líka verið uppgangur í ferðaþjónustunni hvað hestamennskuna varðar, ekki satt þú lifir nú að hrærist í þeim heimi, rekur hestamiðstöðina Saltvík sem býður upp á hestaferðir fyrir ferðamenn? Jú, það er búið að vera mikil aukning í hestaferðamennsku á Íslandi og hjá okkur þar með og við erum búin að, undanfarin ár, þetta er búið að vaxa mjög mikið, bara síðustu 5-6 árin hefur þetta nánast tvöfaldast og sérstaklega lengst tímabilið. Við erum núna farin að vera með ferðir, við getum byrjað svona í miðjan júní að fara eitthvað að bæ og erum búin að vera alveg fram í október með skipulegar ferðir.